Við ætlum aðeins að fræðast Lionsklúbbinn Eden í Hveragerði. Og þær eru að safna fyrir hjartastuðtæki og það heilmikið framundan hjá þeim. Og formaður Lionsklúbbsins Anna Margrét og hún á línunni. Komdu sæl. Já, sæll og blessaður. Hvað segir þú í dag? Ég segi bara hljómandi gott. Ertu nokkuð á kafi í snjó? Nei. Jú, reynda, ég náttúrulega í Reykjavík og hér snjóar alveg eins og það sé Borgarfjörður, sko. Já. Herru, það bara sömu sögu að segja hérna á Selfossi. Það kafalspilur eins og segir í góðum texta. Já, það sama hér. Og þetta eigum við bara vona næstu daga, skemmtilegt. Já, mjög svo. Það vetur, við erum bara sagt okkur við það. Já, það ekki alveg komið vor. Nei. Herru, það eru þið í Lionsklúbbnum Eden. Jú. Nú eru þið að safna fyrir hjartastuðtæki og það til dæmis fróðlegur fundur í kvöld, segðu okkur eins frá því. Jú, það hún Jóhanna Magnúsdóttir guðfræðingur og framkvæmdastjóri Lausnunar á Vesturlandi sem ætlar að koma til okkar og vera með fyrirlestur meðvirkni. Já. Hvernig meðvirkni getur orðið að hindra þess að lifa lífinu lifandi, eins og hún segir. Meðvirkni nú svolítið svona víðtækt orð. Já, og stundum við meðvirkni á eitthvað nátt, alla daga. Já, en það er ekki alveg grein fyrir því. Nei, ég ætla að nefna, það er ekki allir sem átt að sjá því. Nei, og hún ætla svona að fara yfir það og orsaka meðvirkni og afleiðingar þeirra. Og það er mjög spennandi. Þetta hluti af því að þið eruð að safna fyrir hjartastuðtæki og... Nei, við erum að hjartahnóðtæki. Hjartahnóðtæki fyrir geðu? Já, því það oft sem að það þarf að hafa hjartahnóðtæki því að þegar verður svona hjartaáfall og þá er tími sem fer í að hnoða manneskina á meðan þeir eru að ræsa upp hjartastuðtækið. Og þá voða gott að vera með svona hjartahnóðtæki því að þeir eru nú kannski ekki nema 2 í bílum og þá þurfa snöður handtök. Nákvæmlega. Og þá þetta svona maður getur bjargað miklu fleirum heldur en ekki eftir í dag. Og þetta er svona sameiginlegt verkefni Lionsklúbba á Suðurlandi. Já. Og þetta er svona okkar eina leið sem við erum að fara í kvöld að vera með þennan fyrirlestur og allur ágóð á þeim fyrirlestur sem verður haldinn á Kaffi Rós í kvöld klukkan 8. Það rennur alveg óskert í þetta hjartahnóðtæki. Og þetta er í sjúkrabílana hérna í Árnessýslu eða? Já, Suðurlandi, já. Já. Nákvæmlega. Og þetta er, eins og þú segir, hluti af því sem þið eruð að gera, safna fyrir og svo er eitthvað meira framöndan, eða ekki? Jú, svo eru náttúrulega óvissiferð hjá okkur og svo erum við alltaf í samstarfi við Lionsklúbb Hveragerðis, karlaklúbbinn okkar. Já. Þar erum við alltaf með þetta Lions, jólaballið okkar hverju ári. Og það er svona ýmislegt sem við gerum. Er eitthvað meira tengt þessari söfnun kannski? Ekki þessari hjálparnóðstækni. Nei. Það verður þessi fundur í kvöld á Kaffi Rós klukkan 8 og allur ágóður rennur beint í söfnuna þessu hjartahnóðtæki. Já, passar. Skulum hafa það alveg á hreinu. Og vonandi kaupa sem flesti sem komið. Já, algjörlega. Það er gott og verðugt verkefni sem okkur kemur öllum til góða. Heldur betur og fræðast meðverkni. Þetta er, eins og segja, þetta er svolítið víðtæk orð og margir sem kannski eru meðverkir en átt að sig á því. Já, og meðverkni getur verið svo víðtæk. Sem við gerum okkur kannski ekki alveg greið fyrir afleiðingum og hvort við séum að taka þátt í því. Nákvæmlega, það er alveg rétt. Þetta eru góði punktar sem við fáum vonandi og svo er náttúrulega boðið í lok umræður og fyrirspurnir í lok fyrirlestursins. Er ykkur kallmenn í klúbbin hjá okkur? Nei, þetta er eingöngu kvennaklúbbur. Já. Og við erum að nálgast 18 stúlkurnar og erum að reyna að stefna því að verða löglegu klúbbur. Já. Og það þurfum við að verða 20. Ég hugsa að okkur takist það nú á þessu ári. Það kom ekki bara í kvöld. Ég hugsa það. Vonandi allavega. Þetta er mjög skemmtileg. Við gerum ýmislegt og... 2 til viðbótar, þið hljótið að geta hnift í einhverjar 2 efnilegar. Það segum við. Þetta er skemmtilegt. En fundurinn í kvöld klukkan 8 á Kaffi Rós, Anna Margrét, takk kærlega fyrir spjallið. Takk sem ég leiðist. Gangi vel. Já, takk. Takk, bless.